Góðan daginn, velkomin í bloggið hjá mér. Og eins og ég sáu í gær þá fann ég Nintendo-vél, gamla sem ég átti, og ég er búinn að tengja hana við sjónvarpið. Og já, ég vaknaði, fekk mér Ég með morgunmat, ég geri með þeim, já ég geri með þeim. Já, kláraði það og svo er ég bara búinn að vera hérna fyrir framan sjónvarpið. Anita skaust með bróður sinn í útvarpsviðtal, hann var að gefa út nýtt lag. Ég hugsa enn lyktina af þér, ég hugsa enn þáuna stund. Já, og ég er að bíða eftir því að hún komin heim, þannig ég get farið á æfingu. Og ég er farin að finna á fötunum mínum hvað ég byrjar að minnka. Ég veit ekki hvort að ég sé að léttast, en mér finnst maginn vera að minnka og rassinn að minnka. Planið í dag er að taka lappir. Það fer eftir hvernig baki á mér er. Ég tók ágætis bakæfingu í gær með Óðunni. Já, Óðunni vinur mínum. Og já, það er svona planið. En á meðan ég er að bíða eftir Anitu, þá ætla ég að fá mér harðfisk og spila smá töluleiki. Ég grípi vélina eftir smá. Það eru komin fyrir utan hress, ég ætla að taka stutta æfingu og svo fer ég að ná í Baltasar eftir og ég ætla að reyna að plata Anitu í að klippa mig. Eða snúða allavega hliðarnar og svona. Gera mig aðeins sætan. Ég verð að viðurkenna að ég er eiginlega ekki að nenna inn, en planið er að taka lappir. Sjáum hvað ég ger inni. Þá er æfingi búinn, ég ætla að drífa mig heim og koma mér eitthvað að spora. Ég heyri þér. Bye. Góðan daginn, við byrjum daginn mjög snemma í dag. Ég er að fara að skutla pappa og konunni hans upp á flugvöll og svo er ég að fara að ná í Anitu. Nei, ég er að fara að ná í Ásu, systur mína, og hún er einmitt að lenda á sama tíma og þau eru að fara í flugið. Þannig að þetta er heppilegt. Þá er ég búinn að skutla pappa og konunni hans, Steinunni, upp á flugvöll. Núna er ég að bíða eftir Ásu, systur minni, og er bara að bíða í rólegheitum, ekki inn á bílastæðinu. Það er svo fáránlega dýrt að fara á bílastæðið og bíða eftir Ásu, þannig ég ætla bara að bíða og Ása ætlar sem sagt að koma eins og hún sé að fara að tjekka sig inn. Þannig að hún lappar bara þar inn og þá þurfum við ekki að borga neitt. Það er rosa sniðugt sko, við erum alltaf að fara ódýrustu leiðina í lífinu. Ég vil bara þakka æðislega fyrir að þú skulir vera að fylgjast með og mér þykir ótrúlega vænt ykkur öll sem er að fylgjast með og sérstaklega þér. Þannig að já, klukkan er núna að detta í 4 og hún ætti samkvæmt netinu þá á hún að vera lent, en hún er auðvitað fararstjóri í ferðinni sem hún var í og hún þarf auðvitað að passa upp á það og ég held að hún veri seinst út, held ég, með gruna það. Yes. Jæja, herru, þá er Ása búin að hringja í mig og hún er komin og nú ætla ég að fara að pikka systur mína upp, litlu systur mína sem er samt eldri ég en er samt minni en ég, þú veist, já. Herru, þá er ég komin heim, búin að skutla Ásu systur minni heim, klukkan er 5:30, wow, 5:30 og ég ætla að leggja mig og svo er æfing á eftir. Já, og Baltasar, hann er búinn að vera vakandi alla nótt og hann er víst búinn að vera ælandi, litla greið, fallegi drengurinn okkar, og já, vonandi að hann fá að lúla eitthvað aðeins. Ég ætla að henda mér inn og henda mér á kota. Klukkan er ótrúlega margt.
Þessi dagur er búinn að vera rosalega, hann er búinn að vera rosalega skrítinn, ég verð að viðurkenna það. Hann er búinn að vera rosalega skrítinn. Auðvitað í alla nótt var Baltasar, hann, já, fyrir ykkur sem er að fylgjast með núna, hann er orðinn miklu betri, en hann fekk svona, eiginlega bara fyrsta sinn svona alvöru gubbupest, ekki bara svona æla einu sinni tvisvar og svo búið. Hann fekk, sem sagt, hann kom til okkur klukkan 1 í fyrramáli, nei, morgun, gær, eða húst, já, og hérna, hann lappar inn til okkar, svo bara ælar hann á gólfið og bara ógeðslega mikið. Og svo bara ældi hann á svona 12 mínútna fresti, húst, í einhverju klukkutíma, eða húst, maður verður svo ruglaður, sko, á tíma. Þannig að hann sofnaði ekki fyrir en 5-6, síminn er að hringja, þetta er Pótið Anita, ég tala við ykkur þessum á. Hann fær dropa í augun. Ok. Nærðu bílaapótekinu? Já. Já. Ok. Og hvað? Svo kemur það synda Já. og ætla að reyna að komast hjá því að þau tveir séu eitthvað kessa. Ok, það er örugglega ekkert mál. Baltasar séu ekki að smita, það er sem smita eitthvað annan. Já. Hérna, já. Ok. Ég ætla bara að segja það. Alright, séu þér. I love you. Love you. Bye. Bye. Já, þannig að basically, sagði sagt, já, Baltasar fekk gubbupest og Anita var niður í Domus Medica, Medico, Dominos, já, og hérna, og fór með Benjamin út af Benjamin, þegar hann lagði sig í dag, þá var hann komið með alveg massífa öxsýkingu. Þannig að, já, við erum basically ekki búin að sofa neitt og þetta er basically að við erum bara búin að vera með strákana og þetta er bara svona típist fjölskyldu dæmi. Ég ákvað að taka vélina ekkert upp og bara fókusa á til dæmis eins og Baltasar og vera með honum, húst, og húst, og vera með Benjamin og Anitu og húst, þetta var bara svona, húst, þannig að húst, þetta er ástæðan fyrir að það gerist ekkert í þessu vídeobloggi og bara, já, eins og þið heyrðuð þá hérna er Benjamin að fara að fá augndropa út af því og við þurfum auðvitað að passa að Benjamin og Baltasar sé ekki mikið í hvoru öðrum. Ég held að það verði ekkert mál, en hérna, já, þannig að mér langaði bara að segja hæ, mér langaði bara að láta ykkur vita og já, ég fór ekki á æfingu, mataræðið í dag er búið að vera drasl. Bara, þú veist, það einhvern veginn gerist, þú veist, ég fór auðvitað til Keflavíkur, skuttlaði pappa og náði Ásu, systur mína og kom heim, svo, þú veist, var þetta í gangi og einhvern veginn bara, þetta var ekki góður svona heilsudagur í dag, en vonandi á morgun að ég ná að henda mér á æfingu og setja fókusin aftur í gang. Ég ætla að enda þetta í dag, bara takka æðislega fyrir áhorfið. Sérstaklega ef þú ert ennþá að horfa núna, þá veit ég að þegar þú ert að horfa alltaf og ert alltaf að, þú veist, horfir á allt vídeóið. Þannig að bara takka æðislega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Bye bye.